Þetta alveg gríðarlega vel heppnaður bíl. Þið sjáið hönnunar svipinn á þessum bíl. Hann sver sig alveg í ætt Kia útlitsins. Hann kantaður og svolítið svona speysaður í útliti. En það alveg rosalega gott að aka þessum bíl og það sem meira að það alveg geggja fótapláss líka fram í þessu bíl sem mjög athyglivert því að flestir bílar, þessi nýju á markaðnum núna, eru konum með alveg risastóra stokka í miðjuna sem geta oft pirrað þegar maður að aka á lengri vegalengdum. EVA3 ákaflega vel búinn. Hann að koma til umboðsins hér í nokkrum útvarslum. Hann að koma í ER-útgáfu sem svo ódýrasta. Nú síðan þetta að fara í Earth og síðan Luxury og GT. Þessi bíl að Luxury gerð. Hann með leðursætum, hann með 360 gráðu myndavél, 19 tómmu felgum. Nú það Harman Kardon í þessu, það aldrei ökumannssæti. Það gríðarlega huggulegur að innan. Hann svona mínimalískur að innan. Nú hann að sýna 340 km, 77% eftir á rafhlöðunni og við ökum á stað. Og hérna í mælaborðinu þá birtast myndavélar hægri eða vinstri eftir hvert við erum að beygja. Það mjög þægilegt að aka bílnum. Hann léttur og skemmtilegur þessi bíl. Ákaflega auðveldur, þægilegt að setjast inn í hann og stíga út úr honum. Og það þetta hlaðan í heimalhæslu og þá hann að taka 11 kW inn á sig í einu og eða á hraðhleðslustöð þar sem þú ert með alltaf 120 kW fyrir þennan bíl sem stærri rafhlöðunni. Hún 84 kWh rúmar og síðan þetta að fá bílinn líka með rafhlöðu sem 58 kW og þá erum við að tala cirka 100 í hleðsluhraða. Eins og þið sjáu hérna afturendin svolítið kantaður. Þetta smart. Þetta nýja Kia logo kemur afar vel út. Hann með þessum listum hérna, Luxury útgáfan og allan hringinn sem gefur hún svolítið skemmtilegan svip. Ljósa klasinn hérna aftan á svolítið svona einkennandi fyrir Kia, nýju Kia bílana. Og það rafopnarlegu hleri hérna. Og hér inni síðan alveg þokkalegasta farangurrými, 460 lítrar, ef ég man rétt. Þessi bíl svona á pari í stærð við til dæmis Volvo EX30 eða Smart bílinn litla. Nú, eða Hyundai Kona. Og við vorum að prófa einn daginn Skoda Elroq sem með mjög svipað skottrými og þessi. Og hér meira sem hægt að taka þessa blötu hérna og færa hana niður til þess að fá ennþá meira geymslupláss og þá getum við tekið þetta hérna úr þessa hlíf hérna sem reyndar ekkert pláss fyrir ef þú tekur hann úr og bara geym hana heima eða eitthvað slíkt. Nú, talandi þessa plötu að þá þræl gott að þegar það svona slétt hérna þessi aðstæða við að hlaða bílinn, hún slétt hérna og hér má setja alltaf 60 kg. Svo 25 lítra fröng. Þetta allt svo lífbult. Stýrið alveg hárnákvæmt og maður sér vel á mælaborðið allt sem skiptir máli hérna, hleðslan og hraðinn. Það akreina aðstoð í þessum bíl og það akreina stýring, skynvættur hraðastillir og allt þetta sem fylgir með þessum fínum bílum í dag. Eina sem þeir hafa kannski klikkað pínulítið á hérna að miðstöðarskjárinn hérna í miðjunni. Það ómögulegt að sjá á hann ef maður situr hérna með stýrið eins og það ég prófa að hækka og lækka og draga það að og frá. Hann alltaf í skjóli þessi skjár, það ekki gott að sjá á hann. En hins vegar þá klikkuðu þeir ekki á því að hafa hérna raunverulega takka í bílnum. Það eru takkar fyrir miðstöðuna og hitastýringuna og þetta allt saman hérna í bílnum sem alveg frábært að mínum mati. Skjárinn í honum, hann lípur og léttur og mjög auðvelt að finna og gera það sem þarf að gera í honum. Hérna erum við með, nú pípir hann á mig og sendir mér auga því að ég ekki að hafa hugan allan með aksturinn. Það sem sagt hægt að spegla símann, það símatenging,
Það eru raddskilaboð, þetta fá veðrið upp, verðið á þessum bíl kemur á óvart. Hann er reyndar aðeins dýrari heldur en kannski sumir í samkeppninni, eins og að þegar stutt síðan vorum að prófa Skoda Elroq þá er hann lítið eitt dýrari en sá bíl með orku styrknum. Þá vorum við að tala um 6,5 upp í 7,5 fyrir bílinn eftir gerðum. Fjöðrunin alveg ágætt, hann heggur ekkert upp í og það er smá dekkjahljóð sem að hefur svo sem ekkert að segja. Það heyrist eitthvað inn í alla bíla en að öðru leyti þá heyrist mjög lítið inn í bílinn. Og ég myndi segja það, við séum með bíl hérna sem að ég er að gefa bara mjög góð einhver. Kia er að standa sig ansi vel í framleiðslu á rafbílum. Hérna í húddinu þá erum við að tala um 25 lítra svona geymslurými sem er bara þó nokk. Það er ekki allir bílar með þetta í dag. Nú, svo er rúðubuss hérna.